Velkomin á leikinn. Verið hjartalega velkomin á þennan æsi spennandi leik hérna milli Vangjana og Nefans. Ég veit ekki hvort liður á heimavalli. Það skiptir kannski engu máli. Vængirnir á heimavalli. Vængirnir á heimavalli. Dilja og Baldursdóttir bendur mér á það hér. Ég var að lýsa hérna áðan Ingvar Örn Ákason og með mér að sjálfsögðu uppáhaldsvinur minn Bergur Snorrason. Meistaraflokksmaður. Til hamingju með sigurinn Bergur. Takk hella, þetta var sætt. Svo Sara Dögg verðandi efnileg handboltastelpa á kamerunni og henni til aðstoðar verðandi fyrirverandi efnileg stelpa í lífinu Dilja Baldursdóttir. Þú búin að gefast upp eða? Já, kannski. Herri, jæja, það allt hérna í gangi og það fyrsta skotið yfir. Gísli Steinar. Gísli hamrar yfir framhjá. Já, hann að stilla byssundar. Ég ætla að tippa á þetta sé fyrsti almenni utandeildarleikurinn sem í beinni útsendingu svona. Já. Við erum enn og aftur að setja einhvers konar heimsmet. Þetta stór leikur. Og það HSI-dómar og allt. Já, þetta er Arnór er að dæma. Nei, og ég held með hvoru liðinu, ég ætla að halda með báðum hérna. Það er erfitt að velja sér. En við vorum að lýsa leik hjá Vængjunum daginn, svo mjög skemmtilegur á móti IR. Fjölnir IR. Þetta getur verið jafnara. Þetta verður vonandi líklega jafnara. Já, mig gruna það. Þetta eru tvö sterk lið. Já, og inn á vellinum, ef við förum að sé við það, sóknarlínan úti hjá Vængjunum eru Freysi, Viktor og Jón Brynjar. Já. Og hotnunum eru Heimir og Einar. Heimir og Einar og svo Steinþór. Steini Gamlein á línu. Já, Steini Gamlein sem hann kallaður, já. Já, Steini Sæti. Og svo Arnór að flauta og Öddir í markinu hjá Vængjunum. Já, og við rennum yfir. Ingvar Kristinn Guðmundsson, maður leiksins sinna, þannig að lauminn skemmtileg staðrind. Kottu hérna bara í mikrofónin. Heimir Stefánsson fekk, í liði Vangjana. Og Steinar verið þarna. Frá fyrstu til 10. bekk fekk hann smurða svona kjallarabólu með einungis smjöri. Og þvílík línusending á Gísla Steinar. Aldrei smurt. Og Arnór Auðar skorar. Var mamma sem smurði, hver smurði? Þetta var Arnór. Í alveg talað? Fékkst þú aldrei bita? Ingvar Kristinn Guðmundsson öfundsjúkur maður og hann bitur og mun sökkva sér í Dominus pizza morgun sem hann fekk hérna í velun. Hann íhugar að gefa konu sinni eitt bita af súkkulaði Nutella-góttinu en gefur hann ekki bita af nýju Prime pizzunni sinni. Og Jón Brynjar! Það er búið að brjóta hann hana. Dæmt fríkast. Já. Hefði mátt að maður íti. Bergur, þarna í liði Nefans eru bara margir fyrrum liðsfélag þínir frá því fyrra. Eiginlega bara. Er það ekki bara alla á 4 eða 5? Allir sem eru inn á eru menn sem ég hef spilað með í mörg ár. Já. Nú þekki ekki alveg til, hvað heitir markmaðurinn? Steinar Darri heitir hann. Steinar Darri. Markinu. Og vinstra hornið 22. Það er hann Borgþór Víðvill. Það er Borgþór, já. Ladykiller að stundu kallaður. Já, ég trúi því, hann er svona lítið huggal út, sko. Þú ættir að sjá hann í Vestmannaeyjafjörðunum og svona. Já, ég trúi því. Hann er Viktor Lekve og Jón Brynjar, já, hann er skýrslan kominn sem er handskrifuð. Jakob Steinn Stefánsson heitir hann. Jakob Fríman Magnússon og það er Jakob spjald. Fríman, já. Hann kom með spjald. Jakob í hóp. Jakob í hóp, já. Jakob Steinn með þjálfarinn hjá Nefanum er Yngvi Þór. Kallað hér á sjúkraþjálfara liðana. Þá ætlaði Matthías Leifsson að gefa honum eitthvað nickname á já.is. Hann var með vesti klárt til að þurrka svitann. Takk fyrir þetta, Matti minn. Og þá fer leikurinn aftur í gang. Bergur er að borða á tilkynna hér þegar Ingvar Kristinn Guðmundsson er með læti hér. Ég veit ekki hvað hann er hleypt þetta inn. Já, og hann er Jóni Brynjar bara ítt þarna. Arnór Auðar. Við minnum ennþá hashtagið handbolti, hashtagið takk Gísli sem var að dæma leikinn áðan og hashtag takk Gísli er mjög gott líka. Flott vörðandi á Hlyn Má. Bjarni Ólafs. Hann lætur boltan yfir á Hlyn og Hlynur skorar! Hlynur með sitt fyrsta mark hérna. Gáðum sér fyrir því, hann var ekki með svona hár þegar ég spilaði með honum síðast. Nei, hann á ekki verið með svona hár punktur. Hann púlar þetta. Hver skoraði eftir fyrsta markið? Var ekki hérna Gísli? Nei, Arnór. Var það Arnór, þú veist? Gísli sendi á Arnór á línunni. Ok, þá var það með sekund markinu. Þetta er skýrslan okkar hér. Ég skal skrifa á hana hérna. Og það er 2-0 fyrir Nefanum. Það er hárið eftir þér. 2-0 fyrir gestina á þessum erfiða útivelli. Já, þeir sem eru að horfa á þetta í rauntíma er hárið eftir okkur. Klukkan er að ganga 11
og við erum samt hérna í Dalhúsum og klukkan verður það bil 11:30 þegar leikurinn er búinn. Handbolti skiptir máli. Já, við ætlum að vera hérna til minnættis. Tæp sending á Viktor. Vængirnir voru með yfirlýsingarnir fyrir leik. Við ætlum bara að segja frá því að þeir sögðu allir að vera skrítið með tapa þessum leik og mér sýnist Nefinn ætla sér að sýna fram á annað og ég býð bara eftir því að Jóhann Örn kom inn á því hann er minn uppáhaldsleikmaður í lífinu. Hann er svona eins og Sigur. Já, hann er svona Superman svindleikmaður. Hann er svona leikmaður sem að býr til í manager. Já, hann spilar í korter en enda markaðistur. Að sjálfsögðu, korter og markaðistur á barnum á 5 mínútum, það er nú bara þannig. Ég hef séð hann að verki á Inglis. Já! Steini með 2 drengi. Það er bara atvinnu dómarinn sem segir Steinþór að drulla sér út af. Hann er ekki vanur þessu. Á 5 mínútu. Honum finnst það bara að fyndi. Ef ég man rétt þá gerist þetta líka. Þetta er gott. Já, Arnór kann á þetta. Eins og við Bergur sem við erum í besta starfi í heimi, fáum að lýsa þessum utanlandsleik frítt, fáum ekki borga fyrir það, við elskum það. 1000 kall fyrir áhorf. Já, 1000 kall fyrir áhorf, já. Og hérna við vonum að flesti séu bara stimpla sinna á YouTube rás Fjölnis-TV. Bjarni Fjarkur eins og hann er kallaður. Já. Hann vinnur sína vinnu og síðan aðeins meira. Bjarni topp eindag. Já. Algjör topp eindag. Og Ötti með vörslu. Skrifa þetta á hann. Hérna, ég ætla að skrifa vörsluna hérna. Örn Arnarsson eins og Selebin. Eins og sundknappinn, Óli. Ekki spaugstóðleikarinn. Það er Örn Árnason. Já, ég hef skemmt fyrir Örn Árnason þegar ég var lítill, 34 gamall. Skemmtir þú eitthvað svona? Nei, ég skemmti. Já. Ég skemmti ekkert. Það er öðvöld að glasta þessu. Kom fram bara inn í stofu heima á mér, hann var í einhverju kaffibóði heima og ég sagði eitthvað mér fyndið og hann sagði þessi gæi áttur að verða eitthvað. Vörðandi á Sindra. Guldspjald. Þetta er svona... Guld á Sindra. Þetta er sem Sindri vill. Hann vill fá guld fyrir þetta. Sindri, já. Það lætu finna fyrir sér. Sindri, ég hef aldrei svona náða festa hendur á hvers svona leikmaður Sindri er, en hann er lunginn, hann kemur hann óvart. Við vorum einu svona í Keflavík að spila á móti HKR og hann þurfti að vera fluttur upp á spítala og sauma á andlitið, sko. Sauma á hann andlitið og það er ekkert meira og ekkert minna! Jón Brynjar er búinn að trekkja í og Jón Brynjar er komið eina kúlu á töfluna. Það skiptir ekki máli hvað það þarf að taka miðju rétt í utandeildinni, þetta verður langur leikur, þannig bara þannig. Er ekki vanið þessu? Nei, alls ekki vanið þessu, það sé tekið á þessum málum. Ég bara dáist að Arnóri að mæta hérna og dæma hann að leik, það er alls ekki gefins að mæta hérna í þetta. Nú, hér er heitasti þjálfari meistaraflokks kvenna mættur, Andrés Gunnlaugsson. Hann á tanaðasti. Já, og heitasti og huggulegasti og skemmtilegasti og fallegasti og sætasti og halda áfram með það. Glaðasti. Yngsti. Það er yngsti? Já, ég veit ekki. Já, við byrjum að ljúga þá. Já. Bjarni hérna. Bjarni Ólafs. Með 3. markið fyrir Vængina. 3-1 er staðan. Þetta er rosalegt að mæta hérna eftir þetta ferðalag hingað í Dalhús og vera yfir í byrjun. Út í liðið. Þeir eru hugsanlega veðurtöftur inn í kvöld. Fara heim á morgun. Þurfa að gista inn í Dalhúsum. Þetta er til að spila vetraríþrótt. Já. Þetta gerist ekki á Þeir sem vilja kíkja inn í kvöld, þá verður opið húsi alla nótt. Partí í Dalhúsum. Já, ég ætla nú bara að segja að Vængirnir gæti þetta að geta sig yfirlýsingu. Það er viti, þetta er rétt. Það er alltaf að gerast, ég meina mark núna og þetta er 1 mark. Já, en ég bara segja að Nefinn er nú bara betri en menn halda. Þeir eru mjög samfærandi. En þetta eru líka allt menn sem eru ungir og ferskir og já, ungir og ferskir eru yngri kantinum en ferskir, ég veit það ekki. Þeir eru drullu ferskir. Og Viktor Lekve með mark hérna. Hann er hérna nú með 4. Ég ætla að spyrja það í markmannina. Steinar, er þetta æfðan mark eða? Já, hann æfði mark. Þetta er 96 módel, hann æfði mjög lengi. Ok. Það er bara stutt síðan hann hætti að mæta. Þá er nú bara hugsanlega að spila mótornum í den með KR eða þegar ég var að þjálfa. KR ég vil Ísafjörð. Þú spilaðir ekki en þú... Ég ekki sjálfur skilur, nei. Það er eflaust rétt. Þetta er skref held ég bara. Þetta voru ómörg skref. Já, ég beði eftir Arnór gefur hann fríkasti þarna. Já, Gísli fekk hann að högga á smettið. Já, og inn á kemur! Númer 23! Albert Garðar Þráinsson! Og meðan í sókninni þá er ekki dæmt. Já, stærsti maður í heimi. Hann lappaði á ljósastörum daginn sem bognaði. Hann er bara þannig. Og mér þykir svo vænt hann og alla fjölskylduna hans. Og ég vona einilega að Albert skori markið í dag. Ég mun standa upp og klappa fyrir hann með hann gerist.
Og ég mun líka hoppa á hann og fagna eftir leik saman hvernig fer. Albert, ég elska þig. Taka mækjum úr standinum. Nei, ég bara öskaði þetta á hann. Bara kem til hans og hann fær endur ekki halló ég elska þig eins og Jón Pálsson, en hann fær halló ég dýrkaði stóri strákur. Þegar hann komið með 17 vörslur að fara. Það er rétt. Ég hef hann skorað 17 mörk í dag. Og hvað gerir hann? Sástu þessa sendingu? Ég vil fá hann í vinstrikittuna. Ég vil bara fá hann. Hvað er þessi maður að gera í þetta? Bjarni Ólafsson, já, ég meina hvað er að þessu manni? Hann var bara í toppstandiðinni fyrra í fyrsteldinni. Já, hvert fór hann? Kannski hefur hann ekki tíma, kannski nennir hann þess ekki. Hann er alltaf í sagfræði. Já, í sagfræði og kannski hann eitthvað byrja að spá í stelpum eða eitthvað. Ég veit það ekki, hann er komin á þann aldur, hann er 21 árs. Þannig að hann hlýtur að koma að því. Þetta er flott vörð. Þetta er alveg svona sætur strákur þannig. Já, þú horfir hann í réttu ljósi. Ég er að segja það. Höfum bara ljósin kveikt. Erum við ekki allir? Já, flestir, langflestir og fín send. Og það er víti. Nei, það er mark. Já, Steinþór, vel gert þarna. Hann er drullu pirraður. Þetta er ekki löguleg miða. Já, þeir læra þetta í daginn að taka lögulega miður. Staðan er 4-3 Bergur. Við vonum að þetta verði bara svona játnum allan tíman. Já, mig grunna. Til Hlynur Már Guðmundsson. Já, sjáuði, nú fær hann boltan, sjáuði hann. Hann er komin á heimavöll. Ég bið áhorfendur að fylgjast með leikmanni 23. Þetta er einhvers konar eintak sem að öllum ætti að þykja vænt um. Þetta er eins og Bleiki Kjærleiksbjörn sem er með regnboga framan á sér. Já. Hann er langskemmtilegastur. Samin maður! Og hann skaut niður í slána. Það er ekki margir sem geta það. Sjá hennar mann. Já, eða samskiptin, svo ofan á samskiptin. Þetta fyrir hérna eftir. Já, Fiskar ruðning þetta bara. Og beint á stofn. Janna Linnar! Glæsilega gert. Þetta er færi hans Lins. Það er stemning í gestunum. Já. Stemningin öll gestana. Hárið. Þeir glemdu búningasettunum fá að spila í Fjölnisdreim í dag. Já, ég hef ekki séð búningan, ég hef ekki mætt að leika með það. Nei, eru þau svona? Eru þau svona? Já, ég var að fara með skrýtlu, ég var að fara með gamanmál, ég var að reyna ára fyndin. Ertu grínisti? Ég er gamanisti. Jón Brynjar, þetta, hann hefur þetta. Hann ætlaði að vera markaðistur. Já, og svo nennir hann ekki að spila vörð, því lítið eindakamanni. Ég skil ekki handboltamenn sem kunni ekki eða get ekki eða vil ekki spila vörð. Sjá þetta! Já. Það þurfti einarlega að henda honum í gólfið. Þurfti einn hotnamann í tvist í vörð. Ég vil sjá Sindra senda beint á Albert. Já, Albert, Bjarni, sendið á Albert, klipp inn Albert. Já, við kollum kerfi hér, klippum inn Albert. Og hvað gerir sjá Albert með svæði? Albert með svæði, sjá þetta! Hvað er að gera? Þetta var að gjöf hann að Ötti kom með 2 varða bolta að því að Albert ákvað að gefa á hann hana. Þetta var ekki, hann var á leiðinni niður, þetta var þröngt. Já. Spurning með þetta færi. Ég verð bara að fá Albert í eina slummi í samskiptin. Inn þá núna. Ég veit ekkert hvað hann sagði þannig, ég skil ekki þetta tungumál sem Steinþór talar. Banna völdnum eða ég heyrði það ekki alveg. Ég sá hann bara, eitthvað mann svona. Steinþór er indi, hann myndi aldrei blóta. Nei, einmitt. Ég þekki hann. Við förum kannski við blótmálið þegar við erum búin að fara við blómin og bíflugurna með Bjarna, en við gerum það bara eftirleik. Ég hefði háluleik. Og mark frá Jón Brynjar. Já, sko. Ég get fara að vennast þessu bara. Ég ætla nú samt að fara að gera kröfu á Steinar, hann taki þessa bolta til beint á hann. Já. En ég ætla ekki að taka Jóni þetta á mark. Já. Þannig er 5-5, þeir eru búin að jafna. Skjótt á markið. Sá Arþórun. Nei. Já. Fram á einn. Þetta er skot. Þetta er skot. Ötti tiltölulega reiður hana. Hann er að kalla eitthvað á þjálfarann, Ingvar Þór. Já, Bjarni stýrir þessu, Ingvi er bara einhver brúða. Bjarni stýrir þessu. Það er bara einhvern á bekknum. Bjarni, hann er alltaf að byrja að þjálfa hann á 7. flokk. Hann er spilandi þjálfari, kannski þjálfar ekki þetta lið en hann er spilandi þjálfari. Hárrétt. Þessa yfirenda fintu. Hvað er að gerast hérna? Hann skilur Viktor eftir. Akkur er þessi maður ekki að æfa handbolta? Hann er að æfa handbolta. Nei, hann er ekki að æfa handbolta. Ég meina þetta er æfingar, hann var á æfingar. Bergur, við skulum ekki festa okkur í orðabókarskilgreiningum hér. Hann var samt ekki æfingar. Hann er samningsbundið Fjölni og ég vil bara fá hann á æfingar. Reglulega. Algjörlega. Það er sko mikið að hugulegast á þjálfara Ólísdelda kvenna. Andersi Gunnlausinni.
Er hann að reyta sér brandarana? Já, var í Marokkó daginn í 6 mánuði. Já, það sést á honum. Já, nýkomin frá Marokkó. Og... þið skal unni gáta hann, Albert. Takk fyrir að bjóða mig með. Kemur sending hann Býta aðeins. að... Kúastæðin sem að hugsa göngu í Marokkó. Ingvar, segðu mér, akkur er Já. pístúkan fjölmennari? Heldur en stúkan. Já. Það er því að við erum hér. Ég ætla að þurfa að Við ríma erum aðdáttarafl, ég ákveðin Sigurd. Þetta er náttúrulega, þetta er laust. Þetta er staðsendingin, ég er að segja það. Öddi með 3 varðabolta, við ætlum að gefa hana það. Aðeins meiri jaðarskot hérna. Já, við erum bara að fá hann í smá úlið og hamra. Já, jaðarskot. Sammaskoti, jaðar. Jaðar, já. Í jaðran á markið. Ég fatt það núna þegar þú segir þetta. Mér varst að skrítið fyrst og segja þetta, bara jaðarskot, eins og jaðar íþróttir sem er svona sjaldséðar íþróttir, skilur, Extreme. mótorsport og eitthvað drasl. Ekki drasl fyrir ekki sem er að horfa. Hérna, ég meina bara ekki fótbolti og Bara handbolti. ekki íþróttir. Ekki íþróttir, já. Ekki boltasport, ekki Já. bortennis. Ég Ég er þannig að náttúrulega lýsi mikill ekki. bortennismaður. Snerim á síðustu æfingu. Ertu- Ég get að stíða almennilega í fótinn síðan. Nú ert að djóka það ekki? Ég er alls ekkert í snér mig við að ná í bolta. Það er ennþá vera, þú veist ekki eins og í bortennis. Nei, ég var satt í miður æfingu og var að lappa í átt á boltan og ná í hann og sneri mig þá. Þess að þetta stegi eitthvað vitlaust niður og ég er Flott tónum vörn, hel þarna. gamall maður og Það er þannig náttúrulega ég hef oft átt verstu mjög erfitt meiðslin. með gang, bara ég hef átt erfitt með að stíga í hægri Það löpina. gengur ekkert að ganga þér. Nei, hérna orðabókagríni, þetta er gott, Bergur. Þetta er ekki, já, þetta er bara orðabóka skilgrinning á gríni. Og hvað gerir Viktor Lekve? Og Freysi. Freysin, hann fær víti. Nei, Það er fríka, hann er búinn að stæða mig á. hann er komin inn í teig, þetta er ekki mark. Þetta er Það hárrétt. alveg rétt hjá honum. Það er rúmlega Nú. Og Já! það mark þarna! Þetta var Ah! skrítið, en markar það. Ég hef ekki haldið að þetta hefði farið inn, en Nei, boltinn er ennþá á leiðinn inn og gólfið mark er uppi 6-6. saman næstu. Já, ekki saman sko maður svo okkur. Hei, það var uppi. Gólfið stöngin inn, mjög Og laust. mjög ofalega Já, stöngin. hár rétt hjá þér. Það var engin Ég ætla ekki að rífast við þig, Bergur, þú hefur alltaf rétt fyrir þér. Takk, ég elskar líka. Já, vá, það var stört. Svo bara þögn, Já, ekkert að segja það var svona erfitt að eiga við þetta. Herru, ég með... Nei! Eru það Hlinur? Ég sá Hlin, þetta... Já, ég held að Hlynur, þetta er eins og þegar menn skafa sér líkansár í sundunum til að fara hraðar. Já. Hann aflita sitt til að vera svalari og tókst svona einhvers konar. Ég fæ ekki svona að vera hérna á mynd hérna. Hann tók spretti. Já, klári að... Ég tek á bara mækinn á meðan. Yngvar er að taka einhverja snappmynd af sér. Ekkert einhverja snappmynd, þetta var selfie þetta með Diljá Baldursdóttur. Já, sorry. Það er hacksnapp eins og hvernig það. Herðu, En Öddi ég er veit hérna ekki með að vera fjórða. ég er pyrrar. Fymta eða ekki? Ég fjórða hjá mér, er það fint? Já, ég sá... Ég held að sé fjórða. Sýndist eitt strikki að vera tvöfald, ég var bara að lesa hjá þér. Ég er ekki Já. með að tella. Ég set svona yfir þegar það komið 5. Þessna fannst mér þetta skrítið. Já, ég veit, ég er skrítinn. Já. En- Herðu, það er 6-6. Það er 17 mínútur búnar. Já. Og æsi spennandi leikur hér. Þetta er jaft, þetta er allt í járnum. Já. Og Arþór er með þetta. Já, þetta er fríkast. Hann er hann Og Bjarni og Hlynur skorar! Hann er fyrstu fram. Já, Hlynur Vá. með sitt 3. mark hérna. Hann var nú bara spilaði leikinn í fyrstöldinni fyrra og stóð sér vel. Já. Þannig að það mætti nú, hann er nokkur svindl kallarinn inn á. Ég meina menn eins og... Ég meina þegar allir þessi menn nema Og Jakob er að spila. Jakob Steinn Já. Stefánsson Í er svörtum kominn inn á. stutbuxum. Já, hérna, hér tveggja turnatal eins og eitthvað sagði Hilmi snýr heim. Ég held að hann sé Hann í er sundskilu. mættur. Hann er í sundskilu. Hann Hann alltaf vinnur í sundlauginni. Það er satt, það þarf eitthvað að skoða þessi hérna, stullumál hjá þeim. Og Hlynur. Já, Hlynur með mark. Hann ætlar að vera Hlynur markahæstur. með fernu hérna. Ég held að hann skori 5 í leiknum. Já, ég skorið svona bara 10 sko. En Jakob Steinn Stefánsson er búinn að lofa 9 mörkum. Hann sagði þetta, það er mjög skrítið, við skorum ekki 9+. Og ég ætla að vera sammálunum. Já, Það ég er líka. mjög skrítið. Kemur inn sem atvinnumaður, var í U17 úrtaki og hefur eftir fram og Þrótti Og Fjölni. og Fjölni. Ég spilaði þetta aldrei með honum. Hrikalega Mjög vel lítið. gert þarna. Sveinn Leó með sitt fyrsta mark. Nefinn. Það er langt síðan ég séðan Jakob spila. Já, Styttan síðan hinna. nú er bara veisla. Allir hinir Allir voru að spila fjölmiðlar bara í fyrra með landsins er að fylgjast með Jakobi Steini Stefánssoni sem er samfélagsrýnir á Facebook. Já, Hann er mikið að spá í það hvort það sé opið í átíðaferð og svo framvegis. hann er að... Og hvort að fólk er að fá að kaupa sér áfengi út í búð. Og það er Bjarni Ólafsson. Þetta er Bjarni Ólafs. Bóla eins og hann kallar. Bólafsson með sitt 3. mark. Nefinn er að slátra þessu hérna, Það 9-7. komum 9-7. Þetta er, ég meina,
2 mörk, þetta er mesta sem hefur verið í dag. Bara þannig, þetta er rosalegt. Bara flaut af. Mér sýnist vængirnir ekki að fljúa neitt í dag. Þetta var nú verið sem ég hef með. En þú ert grínist þegar þú mátt þetta. Ég ætti að vera Ísland gott talent, tvisvar, ég er samanlegaður, ég ætti að vera tvisvar Ísland gott talent og taka þátt í keppninni Finnast maður Suðurlands, ég gerði það og lendi í öðru sæti, takk fyrir það kærlega. Þú ættir að skemmta fyrir Hörn Arnarssoni? Já. Þið varst 8. Ég ætti að vera hérna veislustjóri Herrakvöldi Fjölnis, nei, búin að því, ætti að vera veislustjóri á Þórðarblóti Fjölnis, gerði það í janúar. Þetta að vera vara veislustjóri. Nó að gera. Bráðabyrja. En ég veit ekki af hverju ég lýs ekki utan þess að leikja alla daga, sjáu hérna! Arnór fyrstu fram! Ötti með 50 vörsluna sinni í dag. Já, ég næstu skrifa 2 vörslur á þetta. Og þetta er leikli. Og það er leikli. Það er leikli hér. Þá fæ ég með bita. Við tökum leikli hér. Vængirnir tóku leikli að þeir voru með boltan til, já það er ekki hægt að taka leikli nema að sé með boltan. Og hérna... Nei, ég ætla nú bara að slökka á magnum minni við 20 sekundur, fá mér vatnssopa og ég bergur með fulla munn og segir ykkur eitthvað að finna það með hann. Hann er með slökkt á magnum sinum. En við ætlum að taka hálfrar mínútu þögn. Nei, ég er komin aftur. Ég get sagt ykkur eitthvað skemmtilegt. Já, við höfum ennþá eftir að sjá menn eins og... Já, flesti komnir. Matti er ekki búinn að koma inn á hjá Vængjum. Og Arnór, hann er reyndar ekki á skýrslu. En ég sé hann andan niðri, þannig að hann getur komið inn á þetta. Ég nýtti leikliðið til að særa vinkonum mína kæra Diljá Baldursdóttur. Ég sagði glasiðina Diljáar, en það er víst glasiðina Diljár og ég ætla að biðja alla hlutigandi afsökunar hér með. Og ég mun einbytta mér eftir bestu getu að tala rétta íslensku hér með. Núna hefði getað hjálpað að vera orðabók. Já. Gerðu ekki grín. Það hefur verið gott að hafa Kristján Gauk hérna núna. Já. Ó, fikk ég sér, takk hella, wow. Ekkert fyrir mig. Takk hella fyrir þetta, wow, þetta er bara besta vatn sem fengið. Já. Herru, þá eru leikurinn fann að stað, Vængirnir tóku leikli og þeir eru undirinn á heimaðalli gegn Nefanum Óla. En við meðum þá búast við ykkur drastísku. Engin spurning. Eins og það Jón Brynjar skjóti. Og býtu Heimirinn. Og það var Steinar. Fyrsta var það skotið sitt. Samkvæmt mínum. Já, þeir eru bara búin að spila þannig vörn að þeir hafa ekki þurft fleiri markvæsleika. Það er hárrétt hjá þér. Men þeir eru að vinna. Það er hárrétt hjá þér. Það er eitthvað sem er að gera rétt. En ég ætla bara að gefa það. Þessi Steinar lítur og lútur að vera markmaður. Já. Hann er emmeringur. Já, þá bara fíli hann ekki lengur. Og ekki eini emmeringurinn í liðinu. Já! Jakob Steinn Stefánsson! Frímann Magnússon! Þvílíkt og annaðins eintak. Wow. Ég fæ bara svona illt í hjartað. Þetta er fyrsta af mörgum. Illt í hjartað. Hér er S. Arnar Magnússon, nei hérna Gunnarsson með stæla og við honum við hliðir situr sterkasti maður landsins, Guðmundur Rúnar Guðmundsson. Býtu, er Gummi hérna? Er Gummi hérna? Þetta segir sér feitur eða, sér ekki í gegnum mig? Nei, Einar var að skora hérna, við erum að lýsa hérna handboltaleik. Já, nei, við erum líka að lýsa hverju er upp í stúkunni. Staðan er 8-10. Það er nú mjög markmennt upp í þessari stúku. Já, Gísli er komin í hægri skiptuna, Bjarni róar þetta. Bjarni hendir í kerfi, þetta er rosalegt. Ég er að það byggðist markið frá Gísla. Já, ég vil mark frá Gísla. Hann er með snúð, hann verður að skora. Ég er líka byggðist að Siggi er alveg komin á, ég er að sjá að hann er á skýrslu. Já, hann kemur að glina á þér. Vá! Hvað fylgdur þú þarna? Vörnin verð þetta. Já, þetta var bara hálstak. Ég mistaði. Og nýri bæ var þetta bara væg líkasára og sér þetta ekki einu svona brot. Ákæra. Jón Brynjar, Freysi, Sveitli og fara bara að leysa beintinn og brot hjá Bjarna. Mér finnst mjög skrítið að Vængirnir sé að stilla bliðið sem er ekki með Matthías Leifsson inn á. Já. Mér finnst það bara óþægilegt. Hann er nú ekki búinn að koma inn á það. Bara óþægilegt. Og unnið bolti. Hann er hagsleikmar í hægra horni. Þeir eru að vinna fullt af boltum. Þeir eru allt unnið boltar hérna. Það er bara línusendingar og eitthvað svona hjá Vængjum. Já, stillu upp heyrðist frá Jóhann Ernisson heyrðist mér. Stillu upp Bjarni heyrðist. Hann er eini línumæður sem getur spilað leikstjórnandastöðuna. Hver þá? Jóhann, já, hann er með leiksýning á við 4 menn. Og þetta er hotn. Já,
Þetta var skrítin allega þarna skotinu. Mér syns Jakob verður hann þreyttur líka. Nei. Já, hann er aðeins fann að blása svona. Bara 7:20 eftir að fyrra áleik. Og allt, þetta þá nýfjönd, ég meina 2 mörk. Engin spurning. Það getur farið hvert sem Engin spurning. Og sjá þessa sendingu. Og hann fer inn. Og Arthur með 2 mörk hérna. 2 mörk. Og Öddi var næstu búinn að verja hennan. En hann var velgerð. inn. Já, ok. Já, það. Ég ætla að vera snuta neina. Ekkert mál. Staðan er 8-11. Nefinn er komin 3 mörkum yfir. Ég ætla að segja það, ég ætla að tippa það að lið sem vinnur eftir er að fara að fagna gífurlega. Það verður svona heimsmeistarafagn. Ég meina, þetta hérna Nefinn kom óvænt inn í þessa utandeildar flóru okkar núna bara á síðustu vikum. Þannig að séruðu hann Arnór er komin inn á. Hann númer 22. Já, sem hefur nú verið að æfa með meistarlokið ekki? Já, hann hefur mætt á fullt við það einhvern. Já. Það er oft sagt að hann sé nauða líkur mér. Tvífari. Já. Sérðu það? Já, veist, ég sé hvað að vera að tala um, en hann er náttúrulega ekki rosalega líkur. Er hann númer 22 hérna? Já, það vantar inn á Arnór. Heitir hann eitthvað meira en Arnór eða? Arnór Daði. Það er nóg fyrir okkur. Þurfum ekki að vita meira. Þurfum valla að vita það. Nei, Arnór Daði er flott. Og krútlegt og hann er svona smá líkur þér, en ég ætla ekki að... Situr í taði, er oft sagt. Já, menn sem heita Daði. Ok, þá höfum við það. Þetta er á norðan. Og góð sending. Og hann skor. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem við sjáum þetta. Sérðu Bjarni er bara að gera þetta listilega vel. Já, ég hef sagt áður að Bjarni er einn af þeim leikmenn sem ég þoldi ekki inn í Fjölnisliðinu þegar ég var alltaf að þjálfa gegn Fjölni. Sko, ég verði við svona óþolandi leikmaður. Ég man ekki eftir því að hann hefði séð línuna svona vel þegar ég var að spila með honum. Ég verði að segja það. Já, ég er rétt, hann sér línuna kannski meira núna. Já, ég meina sem er bara jákvætt. Sjáu! Sástu þennan maður. Bjarni er berri jálaður. Þetta var í rautt spjald í alvöru handboltaleik. Já. Olla hann í smettið. Það mætti halda að þetta væri sko F á Haukar. Það er greinlega, já, þetta er eins og F á Haukar. Þetta er alvöru derbyslagur. Olboy í andlit. Og Arnór sleppti þessu. Ég skil alveg gremjuna, ég meina þetta er komið í 4 mörk. Já, þetta er farin að verða svolítið munur. Komin pirringur í menn. Já, en þetta er ekki afsakalegt samt. Ég meina við sáum þetta. Ég er algjörlega sammálaði. Menn þurfa að róa sig aðeins. Flott vörn. Og bara þau Bjarni. Bjarni er orðinn næstur. Þetta bara... Það verður eitthvað vitleysi hérna eftir. Hann bara vinnur meira ef eitthvað. Þetta var algjör óþarfi hérna. Já. Og Arþór með forhörnum hérna. Já, ég ætla að segja það bara að Nefinn er með mikla yfirhundi í þessu leik núna. Og Arnór! Já. Það er alltaf sjóður upp. Sveitli og trilltur þarna. Þeir eru full æstir fyrir minn smekk þarna. Eins og ég segi, þetta er komið í 4, gæti farið í 5. Þeir eru bara farin að sjá að þetta er ekki gefins. Já, það er spurning hvað gerist núna. Það eru 4,5 mínútur eftir. Hvernig heldur það fyrirhálfleikurinn endi, Bergur? Það eru 4 mínútur eftir sér. Ég held að þetta haldist. Ég held að segja að Nefinn farið svo 6 mörk. Ég held að farið 5. Ég held að farið 2+. Og Jakob Stefánsson. Ég meina þeir voru ekki, það bjóst engin við þessu skoti. Nei, þetta er bara velgert. Hann skýtur svona eiginlega í skrefinu eða svona skýtur kirstöðu, þetta er velgert hjá honum. Þetta er það sem hann vantaði á hann þegar hann skutti yfir. En sjáðu stuðbuxuna hans, hann er svona sín nærbuxum, þetta er óþægilegt. Já, þetta er sundskýla, þetta er vinnufatnaðurinn, hann kom beint og þeir þurfa að samrýma stuðbuxuna betur. Já, það er eiginlega engin, sérðu Arnór, hann er bara í sko já, svo er komað hérna ábending frá stelpu sem ég kýsa að segja ekki hvað hann heitir, en hún er Baldursdóttir heitir Dilja og bent á að leikmannum 22 eru þröngubuxum. Á! Ég klippin hérna í beinni. Úff, ok. Það var til húma fyrir þessu. Hann skorar. Hver er þetta? Þetta var númer Birgir. Birgir með mark hérna Birgir. Hann er næstum því nafni minn. Þetta er framjá. Ég held að þetta var inn í smástund. Kobbi skýtur framjá. Já, segðu mig fleiri lendamál. Ég lofa að segja það ekki beinni hérna. Ekki alveg strax. Ef þau verða svona skemmtinn en þetta var bara buxur, við vorum að tala um nærbuxur og þrönga stöðbuxur, það var ekki alvarlega en það. Þannig að hérna Matthías Leifsson, herra Jákondreis, er komin inn á, við viljum fylgjast vel með framgangi mála þar. Hann geti áhengi fara að streyma upp í móti. Og Steinþór skorar. Steinþór.
skorað samkvæmt Adda Coates hérna í meistaraflokki. Þá Bergur komin inn á í hægra hornið þegar við vorum að ræða náðum. Jú, ég skil hvað mennur að tala en ég vona að það sé ekki jafn klár og þú Bergur. Hann bara klár ef eitthvað. Hann klárari? Ef eitthvað. Vá. Lít út þessu Bergur og verður næstu klárari en Bergur, það rosalegt. Þetta vel gett Bjarni, hann bara eiga stórleikina. Hann að skora sömu mörk og Jakob. Já, bara Bjarni. Engin reddi í þetta. Bjarni rosalega öflugur leikmaður, sérstaklega á þessu leveli. Utan þetta level, þá Bjarni bara svindleikmaður. Hann náttúrulega sterkur og hann duglegur. Og hann vinnur gífurlega. Mjög vinnusamur, það er þess vegna eina ástæðan fyrir ég þoldi hann ekki sem leikmann á sínum tíma. Bæði hann vinnur saman og fagna alltaf mörkunum, settur svona hnefann upp og svo, jó! Og það 2 á Sindra, þetta ekki fyrsta skipti. Ekki fyrsta skipti. Þetta var hárrétt. Þetta alltaf skemmtilega, já. Þetta var bara hárrétt dómur. Og gult á bekkinn, vel gert hjá Arnór, hann mæta henni 10 og 15 skvöldi. Menn gætu verið að hendi í sig á Amerikan Bar, menn eru hérna samt í staðinn. Hann 50 dagur, slaka þess á. Já, það 50 dagur, opill 1, þannig bara svo leiðis. Já, ok. Og menn gætu verið gullöldinni sem að styrkja vængina. Já, gullöldinni. En þá eru menn í staðinn að dæma handboltaleik og þá nennir ekki að hlusta á töðu, ég ætla að vera sammálunum. Maður mæti nú á gullöldinni á alla daga vikunar. Það rétt. Já, sjá Einar. Einar Örn, þetta ángríns, ég ætla bara að segja að ef hann var í toppformi og var með toppliði. Þetta maður sem hoppar inn og ég einhvern veginn, mér finnst alltaf hann sé að fara að skora. Já, ég bara sé hann úr vinstrahotninu, hann bara með úlið, bara hann svona silk, já ég sé að þegar fyrir vinstrahotinu, hann með svona silki mjúka hönd, úlinu hans gæti verið úr skí eða eitthvað, og hann svona bara, eitthvað svona flaueli. Já, flauelskí, og hann einhvern veginn bara svona, hann indi. Já, þeir finna ekki Arnþór þarna. Einar frábær. Já. Hann vinnur í kost held ég minnum í síðast í vissi. Já, ég bara vissi það ekki og ég hlakka til að tjekka á því. Þetta náttúrulega alveg fínasta búð. Og aftur Einar. Og víti þetta. Já, sæki vítakast. Þetta bara, nú að gera leikið mjög spennandi sem ég jákvæði. Ég meina, þetta ekki að fara í 5-6 mörkin sem við sáum. Nei, og það bara gaman að mjög gott að við höfum rangt fyrir okkur. Ég elska að hafa rangt fyrir mig. Ég nú bara býð eftir að stoppa leikinn. Nei, Viktor Lekva, ég ætti að tippa á Steinar verja þetta með vinstri hönd. Sjáu þetta! Með vinstri hönd! Ég sagði þetta fyrir í dag. Með Ingvar Kristi Guðmundsson og ég var handviss núna. Vá! Sagði þetta á líka, gerðum við saman? Sagði þetta, já, ég þarf að tippa á Euro Jackpot á morgun. Vá, en hvernig virkar? Ég veit tölunar, það eru 1, 15, 17 og svo framvegis. Segi ekki rest. Og það leikli. Ingvar, við getum þá rætt það, þú tippar mikið. Já, þetta var svo spurning sem ég fekk hann í hinútsingu, hefur spilað meistarlóksleika, við verðum svona að leggja með einhaldi Já, Steinþór í röglinu, hann getur ekki einbytt sem hann mati hátíð. Ég held að hann heyri okkur. Ég var að fara að kvísla. Herru, mér sýnist Helgi Kryf í búning hérna. Bítu, hann með reimaða skó. Helgi búinn að reima á sér skóna. Hann í svörtum sokkum. Það ekki mjög leiklegt. Það sekt. Já. En ég myndi gefa allt til að sjá hann inn á. Ég vil sjá Helga Kryf inn á. Herru, hvernig sjáum við þetta þróast núna síðustu sekundar? Ég var að segja að Vængirnir setja 1 og þetta fær 12-14 í hálfleik. Þeir eru náttúrulega manni færri. Já, það væri samt gaman að fá sleggju. Ég held að komi nefinni manni færri. Já, nefinni manni færri. Gestir. Já, ég ætla að segja að Vængirnir skora 1 og það fær 12-14. 12-14 verður staðan í hálfleik. Heldur það? Og það verður risa bara 18 sekundur eftir held ég. Já, þess vegna held ég að fara 12-14. Heldur að þeir Vængir skori, þeir eru ekki eins og með boltan? Nefinn missi boltan og Vængirnir fari í rosalega traðaplöp. Það séns. Ég veit að það er séns, þess að hann sagði að þetta myndi gerast. Ég held að þú væri bara að ruggla eitthvað, en ok, þú verðist ekki að ruggla neitt, ok. Já, ég ætla að tippa það en einmitt við tipping gangandi. Ég ætla að tippa á Sveinn Leó skori 12. markið. Ég ætla að tippa á að Matti Leifs. Sveinn Leó skorar 12. markið. Ég ætla að segja, þeir missa boltan núna. Þeir missa boltan. Sjá. Nei, ég held að þeir skori. 12 sekundur. Ég held að hnefinn skori. Nei, sjá, 12 sekundur. Missa hann. Sjá. Wow! Ég frussa bara í mikrofónu, ég hef ekki séð annað. Sveinn Leó reyndi að skora. Hvað var þetta samt? Þetta er það sem Arnþór getur gert. Þetta var bara óþægilegt. Ég man þannig, hann tók stundum upp á þess að skjóta svona. Mér líður eins og ég hef bara beygt mig fram og hérna, já, þetta var rosalegt. Fengi hann ósmurðan. Ég veit ekki hvað er þetta að segja við þessu. Það er ekki hægt, það er bara... Nei, þið sáu þetta, við munum klippa þetta til hægt. Já, þetta fer eitthvað inn á Facebook eða eitthvað. Já. Ég segi þetta ekki að þú getur það. Nei. Ég er ekki svona Facebook-maður. Hérna,
staðan er 11:15. Já. Við tökum okkur bara örstuð hlé og komum síðan aftur með æsispendi bara nóg sem ég geti fengið með rúnstykki. Þetta er eitt skemmtlasti derbyslag sem við séð. Ekki fara langt. Og við sjáumst þetta smá. Já, það verður þetta gaman. Mörg hundruð manns. 5. Það eru 5. Þetta er tekið upp, þetta fyrir á netið.
En það fer á netið á eftir. Við viljum bara þakka kærlega þessum 5 sem eru að horfa á okkur. Já, innilega. Og ég veit nú ekkert hvað margir að horfa á það, Smári. Erum við tölum við það? 500, ég vil fá eitthvað pinning fyrir þetta. 1000 kall áhorf. Við erum inni 2500 kall per haus. Já. Jæja. Og Steinn. Og þetta byrja Steinþór skorar. Þeir byrja þetta með... Já, Matti Ábúndir er komin inn á og það voru svona risaðlu hljóðið þarna í þaðan. Og yfirlýsingar. Ég er ánægð með, sérðu þessa elitu sem situr á fremstu tveimur bekkjunum. Já, sérðu þessu ferning, það verður að taka mynda þessu fyrir mig og setja á Fjölnir TV, Fjölnir handbolta. Þetta er samt stjörnurhrappan, það eru 2 menn. Það voru 105 að horfa í náðan, það eru 5 núna. Það voru fleiri en síðast eða ekki? Það er fleiri en síðast, það voru 103 eða eitthvað, 106, ég man ekki. 103 Þetta er náttúrulega stórleikur. Já, við erum allir að vilja gera þér og okkur finnst gaman þegar fólk er að horfa á okkur. Já, og hlusta. Hlusta. Og aðalega hlusta á okkur slétt saman leikinn. Já. Nei, ég er svona í alveg talað og bara Smári hérna sem er tæknamaður og setur allt upp, við bara eigum honum allt okkar að þakka hérna og við vonum að fólk njóti þess að horfa á þetta því að við viljum endilega breiða út boðskapinn. Alltaf gaman að sitja einn og lýsa og... Mér er bara þröngvendir hliðar því að Sara nenni ekki að standa. En ég meina það ætti nú að vera meira pláss. Já, ég ætti kannski... Gummi komið niður og... Já, ég þarf náttúrulega að venjum á þetta, ég er alltaf, sko markmið er alltaf að minka skilur þannig ég er að minka axlaplásið. Já. Ég þarf ekki að taka svo mikið pláss. En það er nú fínt, hún er ekki að gera neitt núna. Hver er að gera neitt núna? Ég er að djóka. Ég veit ekkert hvað er að gera. Hver skoraði nú síðast? Það var hérna, Engils kannski. Jú, það var hérna Steinþór. Já, ég er búinn að skrifa það. Það er ekki komið síðan. Þá er ég með komið allt klárt. Já. Og Gísli með mark. Já, Gísli er með 1 mark. Fyrsta markið, Gísla. Þú kallaðir eftir, hvað ert að gera hana? Er eitthvað í gangi hana niður? Ég veit ekki, ég veit að Dilja tóka með Gísluna. Jú, það er einhver hamagangur niður, eitthvað svona. Ég verð þá alltaf þú að skrifa þá niður. Já, og ég verð þá bara alltaf að fá að sjá skilur hann getur tilkynnt hvað hann komur. Ingvar orðinn svolítið pirraður. Nei, ég er alls ekki pirraður. Ég er bara með hausverk. Ekkert pirraður. Það er sama sem merkja held ég. Já. Þetta er svo kona. Það er eins og kona bara með hausverk. Það er eitthvað að þér, þetta var hann sem sagði þetta. Nei, þetta var Ingvar. Leikmann nr. 17 er komin inn á í vangjanum. Og Albert. Kallar Óttar Eyjapegi. Hann heitir alltaf og Albert er komin inn á aftur á turnin sjálfur. Hann er vitlaus með inn. Hann er röngu með inn, já. Hann kemur yfir eftir, ég segir það. Já, hann má vera röngu með inn í mínu lífi hvernig sem er. Alltaf til í rang... Já, þið með túlkut þessu vilja. Það er leiðið hérna við bílstúkunni. Já, ég er alltaf til í þetta. Og Viktor vinnur boltan. Já, Viktor sýnir boltan. Hann er stoltur. 12-16, ég ætla að segja það, ég held að Nefinn vinnar leik með einu marki. Ég held að það verði meira en ég veit það ekki, sko. Ég veit ekki jafn. Nei, þetta fer svona í spennu hérna eftir og það verður sigumark, það verður sko sigumark hérna eftir. Þegar innan við hálfmínútur eftir. Ég vil frekar rafmagni fara á húsinu og leikurinn klárist ekki. Það var reynda mjög fyndið, eða ég var að taka keppnislýsingun af kannski. Það var líka fyndið. Já, taka bara hérna... Setta hérna, já, þarf að vera svona augabrúnina svona niðri. Já, eins og frostaskjóli eða það. Er það svoleiðis? Hvað málið með lýsinguna þar stundum? Ég veit ekki, helvitis káar. Ekki núna þegar við vorum að keppa, æfingarleiknum, það var bara myrkur. En nei, þú meinar þetta ekki. Nei, ég var að djóka líka bara. Já, fólk veit það kannski ekki heima en... Nei. Þú ert með röndótt hjarta. Já, röndótt guld, vestfyrst hjarta. Ég var alveg svart og hvít röndótt. Já, ég var að tala röndótt, röndótt þýðir bara svart hvít. Þú er engar aðra rendur sem blífa í þessu, skilur. Ég er með svart-hvít röndótt hjarta, ég er með gult hjarta og ég er með ísfyrst hjarta. Já, Gísli með sitt annar mark. Og hann hangir og hann hangir. Hann er ennþá hangandi. Þó þið sjá hann er lendur í vídjónu þar að þið spilum þetta hratt. Já. Hann er ekki lendur. Hérna okkur. Ó, lendur, já. Já, hérna. Velgert Gísli. Steinar og Valmundsson. Gísli og Steinar og Valmundsson. Þeir eru nú með Gísla. Akkur er ekki Valmundarsson, já. Ég held að sé bæði, ég held að gæti verið Sigurðar og Sigurðsson, já. Þetta er óþólandi. Þetta er bara íslenska sko. Já, eins og Sara Dögg, hún er bara Hjaltadóttir. Hún getur ekki Hjaltsdóttir. Eða Hjaltardóttir. Eða Mjaltadóttir. Já, eða það. Mjaltastúlka. Mjaltastúlka úr Vættaborgum. En hún er komin í Rímakvöru, þannig að henn er batnandi fólki best að lifa. Komin úr krummastuði yfir í bara... Komin úr krummastuði, sagður bara, já. Úr krummastuði yfir í krummastuð. Já, Hjalti pappina var að kaupa sitt 3. hús á 4 dögum og þau eru eftir að ákvæða í hvaða hús þetta flytja. Er þetta svoleiðis? Já, bara svoleiðis.
og þau skiptum húsbarn Ertu kannski Vestló líka? Svo bý ég bara einu sinni svo er ég bara hérna á þriðjudegi í nýja húsinu og wow. Og það er ekki dæmt. Ég held að ég sé einn og horf á leiki núna. Ingvar er ekki upptekinn. Já. En staðan er 12-17. Og svona sem ég segi mega, 5 mínútur búin að ræða þessu í seinna leik. Ég þarf að taka með 20 sekúnda pásu. Þú sér um því 20 sekúndur. Hlegið. Já, Ingvar er aðeins skroppin eitthvað fram. Hann að fá sér eitthvað að drekka. En, já, mængirnir í sókn. Og skreflegt en heldur áfram. Og þeir skora! Nei. Fríkast meina ég. Úps. Hann dæði með fríkast, hann segir örugglega þetta var skreflegt. Og bítu, nei, já, hann er stoppaður. Hann er ekki að fara fram við Albert. Í hann hérna? Já, svona. Ég tala bara svona í kringum hann einhvern veginn. Já. Þetta er alveg svolítið löngsókn. Já. Og svona svo líka. Já, gaman að sjá þetta, Bergur. Já, ég hef sagt að skrepa. Öxlar með hvarf þarna í smá tíma. Hvað var það, maður? Veit það ekki. Og Arþór, nei, heyrðu. Já. Þeir rétt náðu þessari sendingu. Ég get sagt þér það að spila móti Arþór í vörn er ekki auðvelt. Að spila móti Arþóri? Nei. Spila vörn á móti, hann er... Alveg saman að því. Eða bara spila í sókn á mótunum, hann er... Bergur, nú er ég að finna hérna gamla skýrslu frá þjáðan, þú bara með 3 mörk hérna, flottastur. Já, skoruðu öll bara á fyrsta korterinu eða eitthvað. Já, ég held á að þú verið maður leiksins. Ég held það líka, en svo var ekkert úr því. Klúraði ég og... Alla klúraði okkar áskæri Steinar með 4 varnarskot. Þetta er kannski engar heimsklassa vörslur hérna hjá markmönnum, en þeir eru samt að verja. Þeir eru að verja sína boltan. Og ég ber bara mikla virðingu fyrir þessu nenn að standa í markinu. Sérðu hver er komin inn á? Jóhann Örn Sérðu hver er mættur? Ég get ekki horta á þetta, ég verði að hlusta bara. Leikmann með 24. Sjáu þið, sko... Jóhann Örn. Sérðu fætinginn á línu, sérðu hvað hann ber sig? Sérðu hann? Hann hefur öll hetja, íslensk hetja. Hann er með... Og það er Öddi með... Þessu bara staðsetninguna. Hvað er það með? 7. var það skotið sitt. Hann var að fara að senda. Jóhann, ég vil fá Jóhann á miðuna. Ég vil fá Jóhann í skiptuna sem hann var nú einu sinni. Jóhann, var hann í Rockstar Supernova þáttunum með það? Ég er ekki frá því. Hann lítur út fyrir að vera þarna, einn af þessum frá Ástralíu þarna. Bítu. Nei. Jóhann skiptir í vörn og sókn, ég var að segja á hann, ég fíl ekki það sem spil ekki vörn. Ég fíl hann til Jóhann í tætlu. Já. Ef ég ætti að velja, ég er að segja það, Bergur, aðeins að vera eitthvað leiðileg við þig, eða Dilja, eða Söru, eða Smára, eða bara Kolbrún, eða einhvern sem er hérna, eða einhvern sem er stúka, ég mætti velja 2 manneskil til að fara með á Eyðeyju og vera allt mitt líf, þá væri Jóhann Örn einn af þeim. Já. Það er gott að þú sagði 2, þá ertu með svona allt opið. Ég er með allt opið. Ég trúi því. Og hugsalega búinn að loka því, en hérna... Og Einar Örn með mark. Já. Og ég er búinn að loka því og ég þori ekki að segja hver hinn manneskinn er. En hérna, ég veit hver það er. Já. Er það? Já. Hver er það? Svo sem situr hliðina þér. Ég ætla ekki að segja hvorum einn. Þú ert á réttu róli með þetta. Já, takk fyrir það. Ok, ég hósta bara. Já. Já. Ég detta aðeins út aftur í 10 sekúndur. Já. Og bítu. Nei, hann skýtur fram, já. Ég held að Ingvar er úti þegar hann myndi skora. Það hefði nú ekki verið gott. Þeir skori í baki. Já, þetta var Birgir. Þeir eru ekki að... Veitu hvað er eitthvað að gerast þetta? Birgir var að skora hérna með sitt annar mark, já. Þeir ætla ekki að tapa þessu. Nei. Þeir ætla ekki að gefa þetta auðvitað. Þetta er fínt. Herri, já, það er 17-14, tæplega 9 mínútur búnar á seinni hálfleik, 21 mínútur eftir. Og ég ætla nú bara að segja að það sé merkilegt að við séum að halda úti hérna leik í beinni útsendingu þar sem er 2 lið að spila og nokkur að horfa. Já. Og það eru einhverju 25 í stúkunni eða eitthvað. Ég ætla að segja að það er yfirleitt 2 liða. Nei, ég er að segja bara klukkan er að vera 11 hérna á 15 skvöldi og það er bara nóg að gerast hérna. Sérðu hver hérna efst í stúkunni á milli, í miðinni af þessum 3? Já, en það er eitthvað töffar eða? Þetta er maður sem spilaði mikið í landsliðum yngri liða. Ok, nú er hann bara gæði sem með derhú ofan á höfðinu. Já. Ekki á hausnum, hann er svona ofan á. Þetta er... Og svo ennþá mögulega með merkið innan á. Hann fór meira sér til að bara reyna að spila. Nú, hver er þessi maður? Þetta er hann Eðalaugur Geirsson. Hvað segirðu? Þetta er Eðalaugur Geirsson. Og er þetta eitthvað topp maður? Hann hefur verið orðaður við nefn.
Hann er orðað við neðan, já. Það eru samningar verið í gangi. Nára svona meðslum eitthvað. Það er eflaust að redda því með ýmsum leiðum. Já, það er nú nokkur á síðan, ég veit ekki hvað hann er núna. Nei. Í þeim meðslum. Og 2 á Sindra. Hann er hálsbreytt frá rauðu spjaldi núna. Já, Sindri komið 2 Brottesson er... Já, hann er svolítið... Sástu viðbröð Albert samt? Já, hann var ekki samanleysi. Þeir eru náttúrulega uppalningsbræður. Þeir eru... Það er svoleiðis? Já, þeir eru hann var í Foldaskóla minnum hann Sindri og Albert í Húsa. Já, þannig að hann var andur það að hann fær ekki út af hana. Já, þeir eru... Þetta er hlýðin á, þetta er Finnst þér samt eðlilegt að Albert vilja láta kalla sér Royal Albert Hall? Já, ég meina... Er það ekki skrítið það? Það er svolítið skrítið að var kalla hann eftir tónleikahúsi sem er skýrt eftir Jón Brynjar með markarna og Bjarni, þetta hafa verið að búa til leikjarna, Arnór er að búa til leikjarna, dómarinn. Þetta er breykið sem þeir hafa þurft. Já. 6 á 4. Og hann liggur eftir. Nei, hann er komin upp. Nei, Jón Brynjar er komin upp. Jón Brynjar. Og að búa sér þetta markið á hann. Já. Hann er með undir meðaltal af fingrum. Það er hárrétt, hann er með 9 fingur, hann er náttúrulega með 10 fingur, bara eitthvað stuttir en aðrir. Já. Ég er þetta með 10 stutta fingur. Eitt svolítið beigðu hans í mér, litli. Ég? Já, nei, hann var svolítið eitthvað. Já, ég var svona. Hann var allir í voru beinir. Já. En já. Gísli Steinar tekið nú fyrir, ég get ekki sagt að þetta sé vitleisa í þeim. Nei, en þess að með Jakob Lausan og Turnin við hliðina á. Já, heyrðu, þetta er svona, þeir eru bara að sækja frík og svona. Ég spila þetta aðeins út, þeir mistu menna með mjög stuttum millibili. Já, nú þarf Jakob að sækja markið, þeir þurfa að sækja, Hundi fyrir að fara upp. Nei, það er aðeins í það held ég. Hei! Og... Royal Albert, það er bara hann ekki búðingurinn, heldur tónleikahöllin. Já, að sjálfsög. Stærsti maður veraldar með sitt fyrsta markið í dag. Það er bara þannig. Hann er... Heimsmetabókin er á leiðinni heimsókn. Og Steinar ver. Og Einar liggur eftir. Einar lendir á hnénu þarna. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott, ég sammála því. Það búður ekki gott fyrir algjörlega sammála því ef hann hefur lent á hnénu og þarf að fara út. Flott á Steinar að verja þetta. Já, hann mætti bara vel á boltan hana. Eins og við erum að tala um Einar áðan, hann er ekki slakur skotmaður. Nei, en hann er samt búin að eiga 2 svona... Annað var víti. Áðan. Ég væri helst til að sjá hann í vinstra horninu. Matti er betri hér, Matti er góður að kringla sinn. Og hérna... Og við náttúrulega vorum að tala um flauelsúliðin á... Hann hefði viljað sjá klapp úr stúkunni. Já, hann vel gert Bergur, byrja að klappa hann. Það klappar enginn úr stúkunni, þeir hata hann allir. Já. Einar er hataður hér. Ég held að það sé nefastúka. Þetta er nefastúka greinlega. Arnar líka komið niður. Er ykkur eftir? Þetta er... Tristan og Viktor eftir. Ég var bara svona að sjá hvað er inn upp í öðpíðstúkunni. Já. Allir konið niður. Allir konið niður. Albert aftur komið sjálfstraust. Já, við sá fleiri mörk hjá hann núna. En þeir að fara að fá manni sinni inn á 20 sekundur í þetta. Engin spurning. Og svo 20 viðbótið eitthvað í næsta. Sjá! Jakob Fríman Magnússon! Jakob Steinn Stefánsson. Það er, þú veist, þetta er yndi. Þessi maður sé að vinna í sundlaug. Já, bara... Þetta er bara... Já, svara strax, það er ekki lengur hægt að ringi 118, þeir eru bara að senda hann skilaboð. Já. Matti@já.is. Já, en núna eru Matti já@já.is. Matti já@já.is. Matti já@já.is. 118 eða 119. Það er ekki hægt að ringi 118 alltaf, ég prófaði að dæna bara, við veitum ekki upplýsingar. 18 líklega. Þeir eru búin að gleyma öll í 118. Þannig að ágæti gestur eða við ringin í 118, þá er það 18. Léleg sending. Öddi fekk hann að full mikið sjálfstöðust og það er allir að öskra. Það er komin óeining innan liðsins. Það er legið og það er dansa. Ég hef aldrei legið svo mikið í beinni útsendingu. Jóhann er komin inn á línuna loksins. Það er bara rifrildi hér. Jóhann er komin inn á æsimönnum. Svona er að spila með mönnum eins og Steinþóri. Sjá Jóhann, hann er bara íta sveinileg. Jakob komin inn á línu. Já, Gísli, Steinar. Þeir sem voru að fylgjast með, þeir sáu að Jóhann Örn átti stóra hluti. Jóhann Örn bjóð til þetta mark. Jóhann Örn tæknaði sér með assist. Í fúlustu alvöru. Engin spurning. Ég meina þeir voru alveg aftur á 6 Við erum alltaf fúlir á alvöru hér. Já, ég grínast ekki. Nei. Þú? Ég er bara fúll og ég er alvarlegur, þannig að ég er fúll á alvöru. Og bítu, það sést held ég ekki á myndalinni, en Siggi Lalli komin í markið á vængjunum. Það er maður sem ég var að biðja um á. Já, engin spurning. Ég held að hann sé hugsalega að fara að koma minn leikinn áttur. Annar maður sem ég hef spilað með, þetta er
Ætti alltaf að vera gráðslega að spila. Nei.is. Já, nei.is, vel gert. Ferði ekki inn á já.is og skrifa nei.is. Sorry. Ég held Já, það. já, jú. Það er eitthvað svona grín. Núi! Og býtu, hann ætlar að... Það var Logi Geirsson í þessu. Já. Orjan! Já, það er gott brot niður og okkar Jóhann Jóhann. skiptir, skrítið skipting reyndar. Já. Og ég ætla að tippa að Sindri fái rauðspjald í dag. Já, eins og Eyþór áðan. Já, hann á bara tippaði eina það alveg. brottisun eftir. Ég held að hann fái brottisun. Hann er samt mjög... Hann er yndislegur maður, ég held að geta alveg... Já, við bara var það ekkert Ég held að hann sé sama 3-2 sko. Engin spurning, þetta var óvænt sending út í hotni. Já, skorar. Og Matti klárar, Matti er að skora, hvað, annað markið sitt. Ég er ekki með það á mér. Hann er annað markið sitt, já, þetta er allt krótað hérna niður. Gæti verið þriðja. Að rita okkar, annað markið hans. Gæti verið þriðja, hefur skorað. Pípaði niður, annað markið hans. Herri, já, við erum komin með leik, 17:20 og 16 mínútur eftir. Sigurlaug Frakklandsfari komin í markið. Já, ég veit ekkert af hverju hann er Frakklandsfari. Hann fór til Frakklands. Já, rétt hjá þér. Og það gerist margt við það þar. Bjarni með sitt, hvað, 5. mark líklega, nei. Hann er með nóga sögum frá 15 Frakklandsfærin til að fylla bók. Já, langa bók. við ringjum í hann eftir, ringjum í 18 og fáum upplýsingar um það. Nei! Matti Leifs. Þetta, Með dífu spyr ég sá það hann lætur sem að hann hafi verið slegin. Ekki verið slegin. Hann er með 2 augu. Já, .is. Og hann þarf bara 1 til að sjá þetta. En ég held hann hefur fengið högg þarna. Eitthvað en... Já, svona aðeins, en Ég held hann að hefur hann ekki verið hafi- slegin. Ég held að hann hafi hjálpað sko. Já. Ég er Hann að segja Sindri, hann Nei, er að fara eftir í hörku. er með hann fyrir fram að Já, en ég sé það á honum, hann er að fara í svona læta á eftir. Býtu. Sjöðu. Fínasta vörð bara, það er ekki það. Sindri er á nippinu hérna, sko. Hann er bara flottur. Ég var ekkert að segja að hann er ekki flottur. Ég er að setja orðið í hund munn. Já, ég er mjög, mér Sindri frábær leikmaður. Ég hefði viljað hafa hann lengur í meistaraflokkum í fyrra, ég er bara að segja það. Í hvaða menntaskóla heldur hann hafði farið? Mér finnst hann líklega hann að fara í MR. Laugrétt. Var svona nördalegur eitthvað. Ég var að taka Bjarna líka. Hvað stendur á Bjarni að farið? Bjarni fór í MR eða Borgó. Nei, korrekt rétt. Nei! Dæmir ekki ruðning á turnin, hann er bara starri og sterkar en hinn. Þetta er rángdómur. Hvað hérna, í hvaða skóla var Bjarni? Hann var í Kvennó. Já, sérðu það ekki? Já, jú, hann er svolítið hlutlaus, það er rétt hjá þér. Já. Og Einar með sitt... Þriðja mark. Þriðja mark. Er eitthvað svona í sviga bakur nefnda, skoða það. Stendur Potter. Já. Einnig þekktur sem. Sko ég, já. Ég horfði á Harry Potter fyrir skipti fyrir 2 árum eða eitthvað. Já, varst ekkert ánægð með það. Jú, ég er mjög ánægð með það. Sjá Jóhann hann á línunni. Já! Dauðafrýr á línunni og Gísli setti hann að Þetta var sjálfsögðu. rosalegt. Jóhann Örn, meistari lífsins með mark. Ég er búinn að vera að Við bíða getum pakkað saman og farið heim. Og hann Matti brennir af. sammála, þetta er búið. Hann brennir af. Leikurinn fór 18:22 og Flautað af. maður leiksins var Jóhann Örn. Arnór, flautað af. Takk fyrir okkur í dag. Arnór, flautað af. Ingvar Nákason og Bergur Snorrason og takk fyrir okkur. Við kveðum bæ. Slökum bæ. Nei, spangur. Nei, ok, við erum ekki farnir en þetta Jóhann er búinn að skora Við erum að reyna að æfa og allir hjarta okkar mitt fyrir er Iceland Talent. fullt af hlýju og gleði. Hver eru eftir að skora hjá okkar mönnum í hnefunum? Það er dreifðara, held ég. Þeir eru alltaf færri í hnefunum. Það er bara Arnór Daði held ég, það er bara tvífarið þinn. Já, og Matti. Matti hefur ekkert komið inn á. Já, einmitt. Herru. Gísli liggur eftir. Hann ætlar að hoppa út af. Hann biður um skiptingu. Já, hann neitar að láta hjálpa sér út af. Stúkan dauð eins og vanlega. Ég veit ekki hvað gerist þarna. Nei, ég mistaði. Ég var að lesa. Það misti sig. Þeir Mistið halda sig. allan ekki Það er boltan. aldrei gott, ég þekki það á bortinnisæðingu, það er vont að mistiða sig. Já, sérstaklega þú ert að segja boltan. Sérstaklega er að sækja boltan. Já, þetta var nú í leik samt. Ég var líka í leik, eða ég var í æfingu reyndar. Þú varst á æfingu, þetta var ekki, boltin var í leik. Já, ég er bara að þakka kærlega fyrir Þú mig. varst ekki í uppgjöf. Nei, ég sýndi samt miklu uppgjöf. Já, ég er að pæla að fara í uppistand einhvern tímann. Ég ætla íslega gott talent í þriðaskiptið. Bergur Snorrason hlæri upp á þér. Þegar Bergur Snorrason hlæri þá veit ég að segja eitthvað skemmtilegt. Þetta er besti brandari sem ég hef hört á. Já, það er gott Bergur, takk kærlega. Það Það vantur að taka fríkastið þarna. Sindri, hann er hérna á dansinum á línunni hérna með rauðspjaldi. Já, og Jón Brynjar, Viktor, Fífæsla hérna í vörninn allan og... Birgir, Jón Brynjar, nei, léleg sending.
og Matti Þetta er það sem að Matti gerir best, hann er góður að kringla þessu svona, setja hann í gólfi fjær. Ég þekki nú að setja hann í gólfið og slána og yfir. Já, en þetta var samt þetta var lélegt skot. Ég meina þetta er bara smá hér þar. Þetta var samt. Já, ok, en hann getur gert það betur. Hann var með opið, nógu mikið opið til að skora. Ég segi þetta bara út því ég hef gert þetta sjálfur. Ég veit að þú ert að hylja, ég er að verja mig. Hilma yfir með sjálfur þér. Já, ég er að líta betur. Hylja sárin. Já. Nú. En sem eru stór. Heyrðu þetta, stimplun. Og Sáðúlinn! Það gengur ekki að liggja svona pöttu flatir. Þetta var góð kynnting, þykjast fyrir stimplun og svo kemur okkar maður. Ég meina það virkar ekki að stimpla ef menninni bara liggja aftur. Það verður að skjóta á að fá það eins út. Já, rétt. Það er nákvæmlega sem að Albert er að gera, að nýta stimplinga sína. Og veistu hvað losnar þá? Fyrir aftan? Jóhann Örn. Já, Jóhann Örn. Fínasta vörð þarna. Bjarni hélt hann fyrir fram sig. Steinþór fékk hann það smá hnykk, sýndist mér á mjóbakið. Hann er sterkur. Hann er sterkur. Hann er greinlega úr vættakverfinu. Já. Nei, borgarkverfinu, vættaborgunum. Það er allir stórir og sterkir. Já. Það er bara svoleiðis. Ég allan að vildi að einhvern tímann átt heim í vættaborgum og væri nýfluttur í Rimakvarði. Það væri frábært. Það er uppáhaldið mitt í lífinu að fara frá þessum tveimur stöðum. Hann er vist úr Vesturbænum. Hann er alls ekki, það? Já, fluttu vist norður. Ég held að hann væri frá norðan. Að norðan, en ekkert norðan. Hvað veist þú það? Ég er frá norðan. Að norðan. Það er enginn frá norðan. Ég er frá norðan. En maður getur verið frá Ísafirði með að vestan. Og hann flautar á það, þetta var ekki, jú, kannski var það. Þeir eru dómaravinnir, Matti var dómari. Já. Og er dómari og Eitt dómari á allt dómari. Ég er að segja þeir, með dómaravinnskap og Öddi fékk Arnónd að dæma, þannig að kannski er eitthvað klíkuskapur þarna. Já, umslag, peningumslag heldur við. Nei, ég segi það ekki. Bjórkippa. Þetta er þín orð, þetta er stór orð. Nei, hann er búinn að vera frábær í dag. Ég er bara svona aðeins að spegast þér. Við erum að djóka, við erum að grínast við félagarnir. Já. Þó sem oftast fúlir og alvörugefnir og fúlir alvöru að þá er í fúlustu alvöru Jóhann Örn á línunni. Já, og ég sé hann losna núna þegar það fyrir að koma svona skotum. En Jóhann Örn, hann notar vennilega gleru. Er hann með linsur eða er hann bara gíska núna? Ég held að hann sé með linsur. Já. Ég get ekki þessi svona spurningunni. Jakob Steinn, akkur er þessi maður ekki atvinnumar í handbolta? Hvað er hann að gera? Ég er að segja, hætti í skóla og fara að æfa handbolta, Jakob. Já, hann er í lögfræði námi við HR. Það er tekið leikljóta Jakobi Steini Stefanssoni. Já, til að svara spurningunum linsundar og Jóhann. Ég held að hann gæti verið með linsur, en... Jóhann, ertu með linsur? Jóhann er ekki með linsur. Hann er nú með sjónskekkju. Hann er að giska hvað boltinn er. Þess vegna er markið hans ætti að telja þrefalt. Já. Jóhann Örn með 3 mörk hérna. Við bætum því bara í skýrslunum eftir. Já, við tökum eitthvað mörk af Jakobi kannski, hann er með alltaf mörk. Jakob með 4. Já, Jakob og Bjarni, Bóla með 5. Já, tökum öll á Gísla kannski. Gísla á ekki skilað skora. Nei. Þannig að, já, setjum við öll, Jóhann Örn með 4 mörk hérna og það eru 10 mínútur eftir, hann getur skorað kannski svona 7-8 mörk. Já, það, ég meina, þegar Albert var að nógna svona þá þurfa menn að fara að stíga út, já. Ég er bara, ég ætla að segja það, þetta er skemmtilega leikur og hérna ég hef gaman að þessi 2 lið eru klárlega að fara að gera góða hluti í undandeildinni. Já. Og hérna, pældi í því að við værum með sameina lið, ef við myndum bara velja bestu úr hvoru lið, við værum með mjög magna lið, það verður erfitt reyndar að skilja einhver eftirskilur. Já, þeir eru svo margir. Sem sameina lið, 14 manns, 7 og 7 kannski, cirka. Þá verður, hvað það var dapurt. Þið sættu vitleisa mann í 1-2 held ég. Þetta var svip og Siggi-Sæki sem að Donni tók í sjálf. Siggi-Sæki, hann var alltaf hægur. Siggi-Sæki, hei, Siggi-Sæki. Donni var á hægur. Það var svolítið svona að mjálma þetta. En hann var fínn. Já, hann sagði þetta mjög skýrt fyrir þig. Fýtt stráku samt. Ég heyrði úr stúkunum hann hafi verið mjög skýrmæltur. Já, það var bara fyndið. Já, gaman að þessu. En þið voru með nýtt fagnir í klefa á hann, við ætlum ekki að fara við það kannski. Nei, bara sjá það kannski eitthvað á Snapchat eða eitthvað svona. Já, sjá það kannski þegar nærtir úrslitakeppni eða eitthvað. Það geti fundið sér á Facebook, ég veit ekki. Já. Alltaf gaman að fögnum. Sjá Arthur! Hei! Og það er 2, þetta er rétt, hann sér þetta allt saman. Eins og segja, hann er með 2 augu. Það er árið. Þannig að þetta er bara... Þú kemst ekki um þetta, boltinn er í spilinu þannig að þú kemst ekki um þetta. Ég ætla að segja það bara, Arnór, ég hef dæmt svona leik hérna í undandeildinni, ég hef sérstaklega hjá Vængjunum. Já, þetta er erfitt og hann gerir það vel. Já. Og eins og segja, hann sé að nenn að koma eitthvað, ég ætla að gefa hann mikið kredit. Ég veit að það eru fullt af hási í dómurum, sérstöðum sem myndu ekki vilja mæta eitthvað. Hárrétt hjá þér. Klukkan 10. Hárrétt hjá þér. Eins og segja, hann gæti verið á göldinu að fá sér. En hann er hér með okkur.
Gæti Þetta verið er á... alltaf gánaður með okkur, Bergur. Jó, þú... Já, hann heyrir nú ekki mikið í okkur. Jú, smá kannski. Þegar þú kallar svona þá. Ja, hann kíkir kannski á þetta á netinu í kvöld. Og taka Kæró. Jóhann er í Kaíró, þetta er ekki... Og sjá. Og það er rétt dæmt víti. Já, er það? Þetta var svolítið þrótt. Já, alltaf jafna leikin, ég er sammála. Nei, þeir eru yfir, já. Ég er að rugglast hérna. Já. Þeir eru þetta í 6 mörk. Já, Jóhann á að taka þetta, ég er sammála þessu. Steini vill Jóhann á punktinn. Og vippar. Nei. Hann snýr ekki. Kallast þetta snúningur og bolti snýst ekki. Þetta er eitthvað skrítnasta sem ég... Þetta er verra en Eyþór Snæland. Já. Hann er bara svoleiðis, Eyþór Snæland. Manstu eftir Vítunars Brynjas þegar hann snýr hann? Já, ég man það er ennþá á leiðinni. Vá, þetta er risa vassla hjá Steinari sem er með sitt 7. varaskot. Þetta er risa vassla. Ég gleymdi nú að segja það, Þorgilsson. Þú þekkir kannski seinna nafnið, þetta er sami maður og er að taka allar ljósmyndirnar. Nei, er þetta sonur? Þetta er sonur Þorgils Garðar eitthvað svona? Já. Er þetta sonur Þorgils ljósmyndara? Já, ég hefði kannski átt að segja það. Já, mikla fréttir, skemmtilega fréttir. Akkur er Þorgils ekki að ljósmynda þennan leik? Ja? Það er spurning. Nei, hann er náttúrulega í öllum leikjum minna. Ég ætla bara að segja það að myndina sem eru mjög skemmtilegar. Sástu myndina mér af Óli Steinn kvennaleiknum? Þegar þið voru upp í stúku hlæja? Já. Þegar strákunum voru okkar hlæja þér? Já. Já, ég sá það. Ég er búinn að setja hann í cover. Eins gott fyrir þig. Ég fyrir að setja hann í cover sjálfum. 20 eitthvað leik eða eitthvað. Vel gert, 20 eitthvað leik, það er bara gott. Já, Ruðningur. Hann tók Einar niður. Þessi snúningsfinta var aðeins svo mikið. Já. Einar liggur hann eftir. Þetta var, já, þarna er svona ekta svona utendendarbolti að leikmaðurinn var komin lengra í hausnum heldur en líka minn leifur á þessu mómenti. Já, en talandi nú hausinn á mönnum, ég get sagt þér það, 100%, ég veit að Einar, hann var svo reddi fyrir hann leik, hann var ekki að hugsa neitt annað. Það er svoleiðis. Ég hef getað spurt hann hvað mamman segir, hann hefði ekki getað sagt mér það. Ég var að tala um fyrir leikin. Það er fínasta einbeiting. Já. Ekki leikur. Og Matthías Leifsson, Freysi og Freysi út í horn og það er vel varið. Það er enn og aftur ljósmyndar og sonur með 7. varða skotið sitt. Það var Óttar sem átti þetta skot úr horninu. Þetta var svona full laust fyrir minn smekk. Það eru 6 og 7,5 mínútur eftir, 7:20 og Nefinn er að vinna hérna öruga sigur sem staðan núna. Vel gert þarna. Þvílík finta. Sindri með sitt annar mark. Sonur þjóðarinnar. Já, Sindri, ég er að segja, mér er bara Sindri hörku handboltamaður. Hann er 21. aldar skáld. Það er svoleiðis. Já, ég veit ekki hvað hann segir mér, hann er skáld, þú sér það hann. Já, hann er enda með svona lúk, samanlegar. Úr MR. Úr MR og smiði MR, gátti að með síkitúr. Hvað heitir hann sem var í MR og hætti þarna? Jésu. Nei, þarna maður sem var alltaf að grínast þarna, Þorbergur Þórðar. Nei, hvað heitir hann? Þorbergur Þórðar. Er ekki rætt sem ég stendur? Nú veit ég ekkert hvað þú ert að tala um. Ég veit að hann Jón Sigursson sagði við erum mótmælum allir í MR-salnum. Já, hann mótmælti öllum. Já. Og allir með honum. Ég kendi Jóni Sigurssoni, þannig ég man eftir þessu. Já. Já. Og ég byggði húsið sem að Sara Döggar flytti. Ég var að kenna lífsbyggi. Já. Veitu hvað Jón Sigurssoni kendið þú? Úr Idol þá eða? Nei, Jón Sigursson, við erum mótmælum allir. Nei. Jú. Passar ekki. Víst. Nei, jú, ég trúir. Ég á mörg líf. Þú ert gömul sál. Engin spurning. Mjúkum maður. Barnungum líka mann. Það er bara svoleiðis. Það er nú eitthvað að gerast þennan á vellinu samt. 18:25, þetta er í þrótum hjá vængjónum. Hanna! Þetta er að bæta hann upp fyrir sig. Hann bætti upp fyrir þetta. Þetta skrifast þetta á Jóhann, ég held að hann hefði kallað snúðan. Já, þetta var Arthur með sitt 5. mark, já. En tækna sér mistan mark og að skjóta fram hjá hann, en eiginlega bara með 4. Já, misti 2 held ég. Já, misti 2 og fekk 1 tilbaka. Við höfum að spyrja Arnór, hann er dómarinn, Já, en Nefinn er að gjör sigur hann leik hérna. Já, hann er Stemningin hefur verið þeirra í allan tíman. Og hann sá þetta. Já, það heyrðist líka, við heyrðum þetta. Já, ég heyrði þetta ekki, en ég siti hérna langt í burtu. Já, Bergur, fyrir leik hefðu við getað spáð þess að þetta færi þess átt, ég veit ekki. En þetta er ekki búið, en ég hef aldrei sagt 8 mörk. Fyrst og fremst. Nei, þetta er, þeir eru hægt, minnst vangirnir eru búin að kjósta upp. Ég man ekki hvað ég sagði í hálfleik. Nei, ég sagði einsmarsmunur og ég sagði sigurmarka á síðustu hálfu mínútunni, en það er ekki alveg að vera að gerast. Böss er frá Jóhann eða hvað sagði? Það er reynda að vera geðveikt. Já. Geðveikt. Það er þá hægt. Hann er svona hlaupur hringi kring á völlin, ber ofan.
Lamið svona á belgina sem fara að dansa afríska dansa. Þá hefði reynt á myndatökum. Það hefði verið geðveikt. Það var hérna frá þetta. Þetta örfendum megin, þetta er mjög tæft örfendum megin. Já, Öddi stóð vel á hennan með 8 skotvarinn. Hann stóð sína blikt á góðu íslenskum. Já. Eða lélegri, ég veit ekki. Blikt með plikt. Plikt því að skilda. Það? Já. Kendir þú Jón Sigurðsson þetta? Já. Standi sínu plikt. Eins og við segjum på dansk. Og þetta hljópar að beinti fangið á tígrustýrunu. Jakobi Steini Stefánssoni. Flott hjálpaður með Jakob, hann kvartar hann yfir hans ekki fyrir að punta og lauk rétt hjá hann. Sindri er bara býstan í vörninni. Sko 80 mörk frá vængjónum. Þetta, ég held að þessi tölu er mjög lýsandi fyrir vörnina sem þeir eru búin að Steinþór með mark. Ég var að býða eftir tengja mynda brotið. En þú verður átt að því líka, þú veist eins og segja, þeir eru með hvað 90 mörk núna, þetta er ólíkt þeim og þeir eru ekki með, ég meina þeir gætu verið með Jón Pálsson hugsanlega í markið hérna. Hann er ekki með hnefunum í dag af því að hann var á skýrslu gegn Stjörnunni í daginn, þannig að hann væri ólöglegur í dag. En ég meina á þess að gera lítið úr Steinari sem búin að vera fínn, en þá væri Jón örugglega með Sjálfur! Já, Jóhann er að taka sjálfur! Hann neitar að gefa boltan, Bjarni vill taka. Nei, Bjarni farðu. Bjarni hefur aldrei verið góður í vítum. Já, Jóhann er að taka þetta sjálfur. Það flautað á hann. Þetta gerist líka á hann. Nei! Flautað af. Hann færði fótinn. Nei, þetta er skandall. Hann þurfti hann að smá pixundi skonna eða eitthvað. Arnór, þetta er ómikið. Nei, þetta er rétt. Þetta er Jóhann Örn og dæmir ekki á hann. Já, Viktor Lekva með sig fyrsta mark. Annar mark. Já, 20-26. Mætti að ég var ekki fylgjast með hann. Herru, 3 mínútur. Já, klassi Jóhann, bara aftur á hestinn. En eins og varst að segja, náttúrulega Jón varði eins og berserkur á móti IR. Engin spurning. Og IR eru nú feikni góðir. Engin, er aðeins betur en hefinn. Já, ég held að ég segi ekki að særa neitt með því að segja það. IR eru ólistildalið með landsliðsmenn. Þeir eru ólistildalið, það er staðrætt. Við erum ekki að svíkja þetta. Við erum ekki að skafa af neinu þegar við segjum það. Já. Hann vinnur með sitt hvað, 4. mark, 5. mark. Hann er ekki búin að skora lengi, hann skoraði allt í byrjun. Ég held að hann myndi skora 10 mörk, hann byrjaði hann mjög vel í byrjun og nú er búin að róast aðeins yfir. Þeir eru að vinna, þeir eru að sigla inn öruggur sigri. Þetta nú, þeir hafa yfirhundina hérna í Gráóinum. Þeir hafa Montréttin eins og hann er kallaður. Montrétturinn er hann kallaður. Ég held að sé nú ekki. Og Steinar Ver. Já. Hann skallaði hann hérna. Gott touch. Þetta var Jón Rúnar sem átti þetta skot, hann var nýkominn inn á. Já, hann finnur hann að... Já, Jóhann, ertu bara í skittunni, Jakobinn á línu. Mattias er komin inn á núna. Nýri í vinstri horni. Já, þetta er Mattias komin, já. Hvernig tengist hann hefanum? Hann er bara Fjölnismaður líka og hann spilaði mikið með Steinar. Ok. Flott, gaman að fá þess að gamla Fjölnismennin. Já. Og frábær vettvangur fyrir þess að gæða að spila í utandeildinni, aðeins léttar yfir, færri æfingar. Og Arþór með markað. Þessi maður, hann var svolítið í þessu skotum, taka svona skota utan, jafnvel þurfa að spila línu og hotn. Er ekki Arþór klárlega svona einn af allan betri mönnuleiksins hann hjá hnefanum í dag? Jú, hann er með flotta effort frá honum. Kannski erfiðar að velja það vangjamegin, eru nokkuð jafnir þar. Kannski enginn sem við skara fram úr þar. Ég þarf að sjá tölunar held ég bara. Já, þú veist, Einar með 3, Steinþór 4, Jón Brynjar 4. Já, Einar fann favorite, hann er kannski... Já, þetta var bara gólfið. Þetta var Jón Rúnar sem átti að aðtekna sér skot gólfið og upp í þaknetið. Ef það væri svona handboltaspil með tölum og svona ég geti skipt eins og svona Pokémon-spil. Já, þá væri Einar, hann væri mertur fan favorite. Hann væri svona stjörnumertur og það væri bara að fá svona glansmynd á honum. Já. Og Jóhann Örn líka. Við erum að tala um Einar Örn. Já, þú veist. Sindri reyndar líka maður leiksins. Í einu orði er Sindri búinn að vera mjög sannfærandi. Ég ætla að segja Sindri og Arþór eru bara bestu menn þessa leiks. Ég ætla að sé ekki halla neitt þegar ég segja þessi tveir. Og manstu hvað ég sagði við þeim, að Sindri geti spilað þetta á þess að fá 2 mínútur. Það er 20 sekúndur eftir. Já, það er hár rétt hjá þér. Og ég ætla bara, þú veist, mér Sindri... eftir það. Ég er að segja, mér er bara Sindri frábær leikmaður. Og ég er mjög gaman að sjá hann spila. Unaður, kannski myndum að segja, sjá hann spila. Engin spurning. Það er 8 marka munurinn að 29... Nú fer þetta... Þetta er búið? Já, þetta er liðið hérna enda. Tímur og það er fagnar. Já, sjá þetta. Kannski við höldum útsendingunni gangandi aðeins lengur.
Já, við þurfum að, það þarf að fylgja þessu fögnið ef þið fagna eitthvað. Steinþór eitthvað reiður hann er eitthvað að djóka. Já, hann að djóka. Samt Ingo eitthvað smá hræddur við hann. Já, hann fær ekki að vera. Ingo var nú ekkert inn á því, ég veit ekki hvað hann að gera. Ég veit ekki hvort að Steinþór hafa verið að djóka ekki, en sannfærandi 29-21 sigur eins og sögum. Og þeir fagna sér vel einlega mennleiksins eins og sögum, Arnþór og Sindri, ég ætla að segja þessi tveir mennleiksins og við bara þökkum kærlega þeim sem horfðu og hlustuðu. Við kveðjum Kátir. Kveðjum Kátir, þökkum þeim sem mættu á leikinn. Hittust kannski seinna, Kátir aftur. Já, sjáumst jáfnvel á miðurleið og Ingvar og Bergur. Þakkum gæla fyrir okkur. Smári búinn að standa vaktinda, frábær, Sara á kamerunni og Dilja í tölfræði hér og bara í almennum kynningum. Við þakkum kærlega fyrir okkur. Bless.